Komið sæl elsku fallega fólk. Í þessum þætti ætlum við að fara vítt og breitt landið, heyra frá alls konar skemmtilegu og áhugaverðu fólki og skoða svolítið þættina frá árum áður, brot úr því besta. Þannig að komiði með. Það hafi ekki verið frekjan í mér. Og renni var að helsta sem gerðist í sleðaspyrnunni. Hirtan þegar átt að henda hann. Upp og niður, má segja. Þvílík veisla. Við skulum byrja á því að spóla tilbaka aftur til ársins 2016 og fara á Suðurlandið, en þar tómatræktunin Friðheimar og við skulum heyra hvað einn af eigendum Friðheima hefur að segja. Hérna í Friðheimum erum við að rækta þrenns konar tómata. Það eru þessi venjulegu kringlóttur sem að flesti þekkja. Svo erum við með piccolo tómatar sem eru mjög sætir kirsuberatómatar og plómutómatar. Og hvað svona ólíkast með þessum þremur tegundum? Sko, ég held að ég þurfi nú kannski ekki að kynna þessa venjulegu tómata. Það eru svona það sem flestir þekkja og hafa fengið á hamborgaran sinn og í salati. Plómutómatarnir eru, kann maður segja, plómulagaðir, ávalir, egglaga og veggirnir í þeim eru þykkari heldur en í venjulegum tómatum, sem sagt kjötveggurinn. Þannig að þeir eru safaminni og eru þar af leiðandi oft notaðir í matagerð til dæmis. Mörgum finnst þeim bragð betri, en þetta er allt smekksatriði. Svo eru þessi litlu kirsuberatómatar sem heita piccolo og þeir eru svona sætastir og bragðbestir. Svona má segja að meginreglan sé sú að því minni sem tómatarnir eru, því meiri sætuefni eru í þeim. Þið ræktu tómata allt árið kring hérna í Friðheimum. Hvernig fer það fram? Já, við hjá okkur skiptir í rauninu með engu máli hvað árstímið er. Því að við erum með lýsinguna. Hér er eiginlega sumar allt árið kring. Það er hægt að rækta tómata við raflýsingu, þannig að jú, þeir fá meiri sól náttúrulega á sumrin, en yfir vetrartímann þá erum við bara með ákveðin lýsingartíma og það er svona, maður getur eiginlega fyrirfram áætlað meira yfir vetrartímann hvernig uppskeran er og svoleiðis. Og svo en það skiptir í raun og veru engu máli hvort það sé sól eða vetur eða sumar eða hvernig sem það er. Þið eru ekki bara með eitthvað krumma, þið eru bara með krumma sem lærði sjálfur að tala. Já, að tala, bókstaflega, tala. Segðu við frá því þegar þú uppgötvaðir að hann byrjaði að tala? Já, það var ekki grín Kristjána mín. Hún býr hérna í húsi hérna fyrir neðan og Kristján ég var inni og bara sjá dýrin, ég var að móka skít og Kristján var að klappa kanínuna og það var dimmt og kallinn okkur var ekki heima, maðurinn mín og 2 synir, enginn heima. Og ég var bara að móka hérna og allt í kúl og þá bara allt í henni svona Mamma! Og ég bara, já, ástu mín. Og hún bara, ég sagði ekki neitt. Og það var svo smástund að hugsa, oh my god. Og svo kom aftur, Mamma! Og þá langi ég að hlaupa út. En hún var eftir, svo ég fór ekki. Ég fór. En nei, þá svo uppgötuðu bara Krummi byrja að tala. Þá var Krummi bara farin að pikka upp orð hjá ykkur. Og við aldrei búin að sest niður og segja mamma, 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 aldrei. Hann er bara búin að heyra ykkur vera röflega, mamma, mamma. Nákvæmlega, 3 barn. Það ekki, já, nákvæmlega. Mamma, wow, þetta er ansi oft á dag. Og ef mann heyra þessi skvísa segja mamma, reyndu að segja mamma. Mamma. Hann ljóma alveg eins. Mamma! 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 En hann er ótrúlega, hann getur sagt, hann er búin að segja fullt af orðum eins og mamma, það er svona meist eðlilega, mamma, Krummi og hæ. Maður heyra það alveg rosalega skýrt. Svo hann stundum að segja aðra orð, eins og bara hættu, herðu og svo bara eitthvað úr útvarpinum. Hann er bara að heyra eitthvað og svo tekandi upp. Getur kennt honum að segja að vestan? Eða segja í þættinum í kvöld? Já, má ekki bara að vestan. Ég held að hann ná það. Við spjallum við hann á eftir. Krummi. Mamma! Mamma! Krummi. Mamma! Krummi. Segðu mamma! Við fara að rífast. Krummi. Mamma! Ég heita mamma og þú heitir Krummi. Já, ég heita mamma og þú heitar, hvað heitar þú?
Krummi. Já, krummi, það er rétt. Krummi. Við erum komin í Fljótin í Skagafirði, einn snjóþyngsta stað á Íslandi. Hér búa 50 manns á 16 bæjum yfir veturinn, auk starfsfólksins á Hótel Deplum. Fljótin lokast ofta vetrum og þá er ekki hægt að ferðast þar nema á snjósleðum, traktorum, skíðum eða mjög vel útbúnu jeppum, nú eða þyrlum eins og starfsmenn hótelsins gera gjarnan. Halldór, hvernig hefur þessi vetur verið í Fljótunum? Hann er heldur erfiður, svona með síðustu vetur. Þið eru nú ýmsu vön samt hér. Hvað er það sem hefur helst svona þjakað? Já, hann má segja að þetta byrjaði í byrjun desember þegar sprengilæðin fræga kom og svo er bara búin endalaus ófriður síðan. Fáir svona góðir dagar með stillu og björtu og það er svolítið óvinnulegt, finnst okkur. Nú er þetta svona hvað 50 sem búið hérna, er það ekki? Jú, alla jöfni. Svo er nú dálítið af fólki sem var að Deplum, starfsfólk og gestir sem eru svona svolítið rokkandi tala kannski. Já. Þú sérð skólaaksturinn, hvernig hefur hann gengið? Já, hann hefur gengið bara upp og niður, má segja. Það hefur verið ófært fram í Stíflu til dæmis. Það er búa 2 strákar á innstæðabænum og ég hef farið þangað tvisvar kannski í síðustu 6 vikum. Og heimilisfólk þar hefur bara keyrt þeim niður eftir til móts við skólabílinn. Það var eina leiðin, sko. Og þú, hvert keyrirðu börnin? Ég keyri þau til móts við skólabíl sem kemur annars, keyri krakkan upp í Hofsós. Á Sólgörðum sem sagt mætust við. Við sem gamli skólinn í sveitinni sem var lokað fyrir 2 árum síðan. Já. Þannig ég safna saman bara krökkunum úr sveitinni. En það hafa þá komið tímar þar sem að þau hafa ekkert komist í skóla? Já, mjög margir dagar. Ég hef ekki tölu á því en það er örugglega einhver tveggja að tala. Og hvað gera bændur þá? Þá er eins og þetta ráðurinn klikki ekki. Það er allir í iPadum og einhverjum tölvum og svo náttúrulega eru krakkandi bara að sinna sínum störfum heima og líka námi og þannig við erum vön þessu svo sem. Það duga engin venjuleg snjóruðningstæki í moksturinn í Fljótunum og er reynt að ryðja þegar tækifæri gefst. Bændur nota sína traktora líka við það verk og skiptir þá ekki máli hvort er dagur eða nótt. Að hvaða leyti er öðruvísi að alast upp í Fljótum heldur en Akureyri? Já, ég er reyndar alveg upp í Reykjavík. Tökum Reykjavík sem dæmi. Já, það er dálítið munur, sko. Ég get svo sem ekki svarað fyrir krakkan en mér sýnist það aldrei leiðast beint, sko. Það er alltaf eitthvað að gera. Mér leiddist óskaplega í bænum. En þau finnast fyrir alltaf eitthvað að gera. Þannig að jú, þetta er svolítið með frjálsræði og svona kynslóðabílið er kannski öðruvísi og þau eru dálítið með okkur í leikustarfi og það er ólíkt, sko. Í þessu þætti ætlum við að kíkja á snjókross sem var haldið í fyrsta skipti á Íslandi í 6 ár og renni vera helsta sem gerðist í sleðaspyrnunni sem fór fram á föstudeginum á Icelandic Winter Games. Fyrsta apríl var haldin sleðaspyrna í Hlíðarfelli, nánar tiltekið í Hólabrautinni. Alls tóku 30 keppendur þátt og voru vélsleðar frá bilinu 50 og upp í 700 hestöfl. Sleðaspyrnan er frekar einföld í framkvæmd. Það er raðað upp eftir skráningu í 2 flokka. Óbreyttan flokk þar sem sleðarnir verða að vera eins og þau koma frá umboðinu og breyttan flokk þar sem að allt er leyfilegt. Það er ræst á ljósum og sá sem er fyrri til að vinna 2 ferðir fyrir áfram í næsta keppanda. Á endanum stendur einn uppi sem sigurvegari og er frekar ánægður. Næsta keppni á dagskrá þessa helgina var snjókross sem var haldið á túninu við Réttarhvamm á Akureyri. Alls voru 22 keppendur skráðir til leiks og voru þar aðeins 2 sem hafði keppt í snjókrossi áður. En þetta var fyrsta keppni sem var haldin í snjókrossi í 6 ár á Íslandi. Á þessu sinni fór snjókrossi þannig fram að það var keppt í 3 flokkum. Alveg óvönum, þó nokkuð óvönum og minnst óvönum. Jæja, hér hefur komið Bjarka Sigurðsson, eldgamla kempu í snjókrossinu. Hvað segirðu? Allt að gerast? Já, nú er allt að gerast, sko. Nú er þetta fyrsta móttöku núna í 6 ár og þetta er bara æðislegt. Hvað var til þess að það kom svona stopp í keppnishaldi á snjókrossi?
Þetta bara rosa umfangsmikið og rosalega dýrt sport og þetta bara ekkert, þetta rosa erfitt fyrir unga og upprennandi drengi að fara í þetta. Maður þarf ágætt bakland til að vera í þessu þegar maður er ungur. Og svo bara innflutningur á sleðum stoppaði 2008 og þetta vonandi að komast í gang núna. Hverjir eru það sem þú veist, af hverju fór þetta í gang núna? Af hverju fór þetta ekki í gang fyrir löngu síðan, eða fyrr? Það bara þegar við strákarnir í Team 23, við erum bara að vera að vinna mikið í því að koma þessu halda eina keppni og með mikil hjálp frá Finni og HF og þeim hafnarhleðgum að þá erum við búin að moka 200 hlössum í það braut og búa til smá hring. Og var ekkert bara að ná í snjó á þessum árstíma? Já, við fengum rosalega fína menn að bæða á gröfur og bíla til að keyra hverfi hérna og sækja alla helstu skafla og reyna að móða úr þessu einhvern veginn smá braut. Milli Héraðsflóa og Bakkaflóa liggur víðlendur og veðursæll fjörður sem nefnist Vopnafjörður. Vegna legur sinnar hafa íbúar löngum þurft að vera sjálfum sér nógir og það karaktereinkenni sem Vopnfirðingar hafa löngu verið þekktir fyrir. Hér ætlum við að kynnast ungu fólki sem hefur flutt aftur heim á Vopnafjörð með börn, maka, menntun eða dýrmæta reynslu í farteskinu. Við ætlum að reyna að komast að því hvað það sem dregur fólk aftur heim. Viltu það? Það hafi ekki verið frekjan í mér. Hugsa það. Nei, þá vorum við búin að vera að koma hérna 3-4 sumur í röð. Og það var svona aðeins bara að toga í mig, bæði í vinnunni og svo náttúrulega bara langaði með það. Hann kom það. Og búið að liggja svolítið á honum að koma til þess að kenna. Jú, ætli æskuminningarnar hafi ekki svolítið dregið líka. Og jú, fjölskyldan. Ég hef náttúrulega fjölskyldu báðum megin, sko. Já. Foreldrar okkar eru við erum bæði foreldrar hérna. Þannig að náttúrulega erum við mjög stóra fjölskyldu og svo vinir líka. Baldvin Eyjólfsson og Ragnar Lind Guðmundsdóttir eru bæði fædd og uppalin á Vopnafirði en fluttu burt á unga aldri. Þau fundu ástina á þeim tíma sem þau voru bæði búsett í Reykjavík þegar leiðir þeirra lágu saman í sumarvinnu á æskuslóðum í Vopnafirði. Ég búið í Breiðholtinu og 101 og Vopnafirði. Ég get svona svolítið tekið alla pólana þegar fólk er að ræða landsbyggð og miðbæjaróttur. Ég verið svona það sem ég vil. Segi oft ekkert frá því fyrir ég þarf á því að halda kannski í umræðinni, sko. Svona lauma ég bjón hérna. Var í Austurbæðarskóla sem ekki. Þá kemur svona, ertu ekki Vopnfirðingur? Nei, jú, líka. Það er svolítið þægilegt. Ég flytt suður bara þegar ég er 8 ára. Hann búinn að vera meira svona. Ég er búinn að vera svona, já, var í Reykjavík sem krakki í skóla. Mamma fór í nám og svo flutti ég líka svona 20 og svo aftur og svo fór ég aftur 2005. Þannig að ég er svona, já, ég er búinn að vera svolítið að flandra á milli. Það var í rauninni ekki verið að ég var í rauninni að vinna svo mikið við að spila í svona frílans og alls konar svoleiðis og ætlaði mér að vera í því. Svo var ég eiginlega svolítið búinn að ákveða að gera það ekki. Það væri afskaplega erfiður bransi og fara frekar meira í að kenna. Burnout er án efa ein undarlegasta keppni bíladaga. Þar eru bílarnir hengtir í spotta og menn látnir klára togleðrið. Keppendur fá 2 tilraunir til þess að sanna mikilvægi sitt. Fyrst var keppendur að spóla í 30 sekúndur og síðan fá þeir frjálsar hendur. Það er dæmt eftir látum, háaða og fagnaðalátum áhorfenda. Í ár var það Vilmundur Andrisson og Dodge Dakota sem bar sigur úr bítum. Í öðru sæti var Anton Ögmundsson á Camaro Píporgeli og í þriðja sæti var Arnar Már Arnarsson á BMW 530.
Herru, slökkvið í honum, strákar. Herru, þetta bara gengur fínt. Bara magnað. Veðrið náttúrulega kom sem við vorum að bíða eftir. Sumarið, sko, það kom bara leið og bíladaga byrjuðu. Þannig að við erum ánægðir. Hvernig er veðrið núna til dæmis? Aðeins að kólna en þetta er að klárast í kvöld, þannig að sumarið er búið að vera gott á okkur í gær og fyrradag og sem komið er. Hvernig eru þessi bíladaga með undanfarna bíladaga áður? Þetta er bara svipað. Þeir voru sennilega öllítið stærri fyrra en þá var dagsetningarnar hagstæðari fyrir okkur. Núna var 17. júní á miðvikudag og vinnudagar sirkur með við, þannig að það er svona öllítið færra fólk en þetta er samt alveg frábært. Hvað myndir giska að væri cirka margir að koma? Það er rosalega erfitt að segja. Þetta eru 2-3.000 manns á hverju viðburð og sumir koma allt og aðrir ekki en eflaust er einhver þó nokkur þúsund manns að koma og bílada alltaf. Hvað stendur upp úr? Heyrðu, þetta stendur náttúrulega allt upp úr, sko. En dröllispinnan er náttúrulega svona fjórhjóladari sport og stendur upp úr hjá mér. Við litum inn á verðandi ostagerðarmeistara á blá- og hvítmyglu ostagerðarnámskeiði í Hallormsstaðaskóla. Þar er einbeitingin í hámarki, enda skipta smáatriðin miklu máli í ostagerð. Atli, hvað ertu með hérna í pottinum? Hérna er nú mjólkurblanda sem er verið að hita upp. Þetta er sem sagt cirka 3/4 hlutar nýmjólk og 1/4 rjómi. Og þú ert að mæla hitan mjög reglulega. Já, nú erum við svolítið að vanda okkur. Við erum að reyna að ná þessari mjólkurblöndu upp í, það er ætlun að ná þessu upp í 92 til 95 gráði hita og halda því hitastíði síðan í 15 mínútur. Já. Og þá verður þessi hleyping sem er kölluð. Og þannig að ég svona passa með að hún brenni ekki við og það er svona, erum við svona með hérna vassbað hérna utanum, sko. Já. Svo auðveldar að halda því hitastíði. Og þetta má ekki gerast of hratt, nei, þú getur ekki bara fýrað upp í þessu og fengið hitan strax upp, þetta er... Nei, það er svolítið erfitt að maður bara missi þá mjólkina bara og brenni þetta, sko. Og svo er vonandi enda niðurstaðan verður svona smuróstur sem er kallaður hallormur. Já. Og verður vonandi góður og þannig að þetta er svona fyrsta skref í því. Og hérna á kantinum ertu með þá aðra osta frá því daginum áður? Já, hér erum við með 2 osta frá því gær, hérna erum við að salta þá, þeir eru búin að taka sig í nótt, þeim var snúið í gærkvöldi, eða sérst í gær á klukkutíma fresti. Það hér er camembert ostur og þetta voru upphaflega 2 lítrar mjólk. Já, einmitt. Og svo er misan farin af og hann er búin að þétta sig en átöluvert í landi en þá. En þetta er fyrsta söltun og svo þurfum við að salta aftur seinni í dag eftir svona 6-8 klukkutíma. Já. Og hérna erum við síðan með gráðost og það er sama og það voru 2 lítrar mjólk líka og þetta er enda, já, hingað erum við komnir og þetta er fyrsta söltun og það er svona 2,5% saltinnihald, þannig að þetta eru svona 5 grömm af salti cirka sem að fara í þetta. Þetta tekur svo næstu dag alveg líka, þetta er ekki eins og skell í köku og hún er bara tilbúin kvöldið? Nei, það tekur í rauninni, við getum alveg gefið þessu 2 mánuði hérna, sko. Já. 2 mánuði. Þessi verður klár í dag eða morgun, en þessum hérna þarf að snúa og þeir þurfa að svona ostagerðlarnir, þeir þurfa að fá að taka völdin og ná fara að rétta bragðinu svona í ostinum, sko. Hversu spenntur ertu fyrir að fá að smakka þetta á endanum? Ég er mjög spenntur fyrir þessu, ég hef nú að viðurkenna það. Þetta er hörku vinna sem kannski ekki allir gera sér grein fyrir. Þetta er hrikalega gaman. ...240 metra langa línu, saman þvílík veisla. Sýndu mér hana. Það verður geggjað. Ok, en þessu myndavél þarf ég ekki verið saman en þú fyrir aftan náið þér. Er það? Ég verður að gera þannig. Já, ok, þannig að þú tella mig. Já. Ok. Tjekka þetta. Ég degi, það er ekki áður því. Það hefur þetta. Þannig,
Ok, komum fram. Já. Þú fær síðan hugmynd að setja hérna sjálfsafgreiðslu kassa hérna fyrir utan. Hvernig kom það til? Ég fekk svona hugmynd milli svefns og vöku, má alltaf hafa minnisbók á náttborðinu. Svo maður ætti þetta ekki allt sjálfur. Já, við vorum hálfgerðar rusl. Nei, afgangana. Maður vill ekki henda. Það verður að nýta þetta. Við erum ekki að finna pjóli eða hún, þetta er búið að gera þetta áður, að vera með sjálfsala. Og við búum í bara þannig samfélagi að það er hægt að bjóða fólki upp á þetta. Þetta er heiðarlegt og kurteist fólk og það veit alveg ef það gengir vel þetta, þá verður þetta áfram, annars bara hættu við. En hún átti hugmyndina algjörlega einn. Fyrst að lengi að leita, við fundum svona plastkassa og svo bara svona lyklabox til að búa til bauk. Þannig að þetta var svona svolítið púsl. Byrjaði þetta semst í svona plastkassa? Já, bara kassa hérna fyrir utan og spjaldi í gluggann og kannski var ekki eins sýnilegt eins og hún bara heppin að kunningi okkar gaf okkur þennan símaklefa. Hvaðan kemur hann? Þetta er síðasti símaklefin í Stígsson. Já. Og hérna... Hann heit Andrés Kristjánsson sem átti hann. Hirt hann þegar átti að henda hann. Þannig að það kom sér vel fyrir okkur. Maður hefur tilfinningar til svona klefa. Þegar maður var á síldinni, þá gat maður ekki trýnt heim nema að komast í land og fara í svona klefa. Maður var kannski að Seyðisfirði eða Norðfirði eitthvað það er að landa. Þá hljóp maður upp, hvernig börnin hefðu það og svona eitthvað. Þannig að þetta vekur upp minningar, það er svona klefi, æðislega. Þannig að þetta er ekki fyrsta skipti sem svona símaklefi spilar stóra rullu í ykkar lífi? Nei, alls ekki. Almáttugur, alls ekki. Hann var límið í sambandinu þegar maður var á sjónum, eða fyrir austan. Ready to rumble. Tilbúin í slaginn. Það var eiginlega bara óvart að við skildum hitta Samma akkurat áður en við ætluðum að leggja í hann. Hann spurði hvort við værum ekki til í þetta og við gátum ekki annað sagt en já. Ég hafði ekki hugmynd hvað ég væri búin að koma mér í. Takk fyrir að fylgjast með. Þennan þátt og alla aðra þætti er að finna inn á n4.is og N4 safni Símans. Kikið þangað, sjáumst þar.